Fundur settur í bæjarstjórn Vestmannaeyja, hann númer 1613 í röðinni, haldinn hér í Ráðhúsinu miðvikudaginn 19. febrúar 2025 og hefst núna klukkan 14. Ég býð bæjarfulltrúa velkomna. Ég vil fyrst geta þess að í fundarboði þessa fundar ranglega tilgreint að liður 10.3 í dagskráni sé til staðfestingar hér í bæjarstjórn. Svo ekki, það að ræða gjaldskrá þriðja aðila og verður því til umræðu hér en sem sagt ekki til staðfestingar. Á dagskrá 11 mál og þau þessi: 1. Umræða samgöngumál, 2. Dagskrá bæjarstjórnarfunda, 3. Hitalagnir undir Hásteinsvöll, 4. Fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur 311, 5. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 414, 6. Umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 415, 7. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3229, 8. Fræðsluráð Vestmannaeyja, fundur 392, 9. Bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3230, 10. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 315, 11. Framkvæmda- og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 316. Og þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármálið, umræða samgöngumál. Íris Róbersdóttir. Forseti. Ég ætla að byrja á því að fara yfir 3 þætti í varðandi samgöngurnar og fá að byrja á Landeyjahöfn. Og eins og við vitum öll sem hér inni að þá erum við að sigla til Þorlákshafnar núna. Og samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni að þá þetta suðaustan ölduskot sem kom í síðustu viku, 12. og 13. febrúar. Það að valda því að á bara 1,5 degi fór dýpið úr 6 metrum í 3. Það haggaðist ekki í vikun undan þegar rauðu viðvaranirnar voru, meira að segja lagaðist á rifinu. Þannig að suðaustanáttin og austanáttin reynist okkur erfið. Það erfið spá framundan og það ekki að sjá, samkvæmt Vegagerðinni, að það sé almennilegu dýpkunargluggi næstu vikuna rúmlega. En það nú einhverju möguleikar á því aldan lækki eitthvað helgina og ef að það verður möguleiki að dýpka, að þá verður sá gluggi nýttur og Álfsnesið til staðar. En það erfitt að segja hversu mikið magn þarf að fjarlægja vegna þess að það breytist frá degi til dags magni sem þarna. Þannig að það verður farið yfir það. En miðað við spána, þá nú bara líkur á því að þessi skafl sem við Eystrigarðinn, að hann hreinlega fari inn í hafnaminnið og fari að safnast aftur við garðinn. Þannig að þetta ekkert sérstaklega bjart svona að náttúran sjáu sig núna. En það að minnsta kosti þeir reikna með að það gæti tekið ef að magni verður með við það sem þeir halda, svona 35 daga að opna, þannig að verður sigla full áætlun. En það stendur og fellur líka með því leið og það séns, þá fer Herjólfur að sigla og í hvers skipti sem Herjólfur að dýpka, þá minnka afköstin hjá dýpkunarskipinu að því það þarf alltaf að vera að fara frá. Þannig að þetta svona hlutur sem við þurfum að taka inn í myndina. En við náttúrulega bindum vonum við það að þeir afkasti meiru en þeir hafa verið að gera. Það búið að gera ákveðnar breytingar á búnaði og búið að kenna þeim betur á búnaðinn. Þannig að þetta svona fyrsti alvöru prófsteinn á það hversu fljótir þeir geta verið að opna höfnina. En ef við snúum okkur þá að fluginu sem búið að vera í gangi síðan 1. desember og samkvæmt þessum samningi sem Vegagerðin gerir við Mýflug, það hætta núna 28. febrúar og vegamálastjóri upplýsti mig það þegar skrifað var undir að það væri ekkert svigrúm peningalega í því sem þeir fengu til þess að bæta við, en það samt í útboðinu að þeir sé hægt að lengja samningin 2 sinnum 2 vikur og eins og staðin núna þá lítur bara út fyrir að þetta sé að detta út 28. En ég búin að senda fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar á innviðaráðuneytið og Vegagerðina óskum það að það verði bætt við að minnsta kosti 2 vikum í ljósi stöðunar í höfninni. En til þess þarf viðbóta fjármagn, þannig að það alltaf innviðaráðuneytið sem þarf að taka ákvörðun, en samningurinn býður upp á þetta. En bara svo því sem haldið til haga hér að þá var það mat samkvæmt þjónustukönnun að við þyrftum bara flug í 3 mánuði. Þess vegna þessi staða svona.
en það nú að fljúga heldur til 15. mars á Húsavík, en þeir byrjuðu seinna. Þeir fengur líka mat upp á 3 mánuði. En þetta mál er bara okkur mikilvægt og ég mun fylgja þessu eftir og upplýsa bæjarstjórn framhaldið á því. En pósturinn móttekinn af ráðuneytinu en ég hef ekki fengið meiri svör. Þá langar mig að fara aðeins yfir málefni Reykjavíkurflugvallar. Og það auðvitað þyngra en tárum taki að við skulum vera hérna, búin að vera með flugvöll lokaðan í flugbrautin lokaðan í einhverja 13 daga, eitthvað svo leiðis. Meira að segja fyrir sjúkraflug. Það fæst ekki undan það er samt byrjað að saga niður þessi tré sko. En það náttúrulega ekki búið að saga niður 1000 tré. En auðvitað þetta náttúrulega aðstaða sem engan veginn boðleg okkur sem þurfum að nýta þessa þjónustu. Og við erum 10 bæjarstjórar á landsbyggðinni sem erum með flugvöll bara á okkar snærum og notum hann mjög mikið og sveitafélögin auðvitað í kring, en við 10 erum búin að óska eftir fundi með samgöngu ráðherra, heilbrigðisráðherra og borgarstjóra eins flótt og auðið er. Þau eru búin að bregðast við, það verið að finna tíma, við vonumst til þess að vera í þessari viku. Við munum einnig senda frá okkur sameiginlega grein varðandi þetta og við viljum auðvitað bara ræða þessa alvarlegu stöðu sem upp komin vegna lokanan á flugbrautunum á Reykjavíkurflugvalli og hvaða ráðstafana hægt að grípa til svo þetta tryggja það að sjúkraflug og áætlunarflug fari fram öllin. Það náttúrulega ekki lausn að segja það að flugvöllurinn eigi að vera annars staðar. Það bara ekkit á borðinu okkar þessa dagana. En við sem erum á landsbyggðinni, við getum bara ekki sætt okkur við þetta. Og það hérna, á síðasta ári voru 630 til 650 sjúkraflug Reykjavíkurflugvöll og það voru 133 frá Vestmannaeyjum af þessum flugum sem 20%. Og af þessum flugum sem fóru til Reykjavíkur, það voru 45% sem voru það sem aðkallandi og þetta þannig F1, F2. Þannig þetta gríðarlega alvarlegt mál og það að okkur sé boðið upp á það að fólk mæti hér í sjónvarp allar landsmanna í Silfrið og ræðu það að sjúkraflugvélin sé í Miðausturlöndum eða þaðan að vera og biluð og ég veit ekki hvað og það sé tilfinningaklám að við séum hrædd það að þetta geti varða mannslíf að það sé ekki að lenda á Reykjavíkurflugvelli náttúrulega engum boðlegt og það auðvitað heldur ekki boðlegt að svona aðilar fái þetta plattform sem þessi þáttur að tala þetta að því það örugglega eitthvað af fólki sem áttar sig ekki á stöðuna því það ekki að reyna á eigin skinni eins og við. En ég vil ekki trúa því að þetta sé skoðun þeirra sem búa í Reykjavík. Ég vil bara alls ekki trúa því að því auðvitað á Reykjavík að vera höfuðborg okkar allra og það bara alls ekkert tilfinningaklám að vilja það að fólk geti komist undir læknishendur á eins skömmum tíma og hægt að því mínúturnar skipta máli. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, áður en ég gef orðið laust les ég eftirfarandi innbókun. Bæjarstjóri fór yfir stöðuna í Landeyjahöfn og samkvæmt vegagerðinni fór dýpið úr 6 í 3 metra á 2 dögum síðustu viku, 12. og 13. febrúar. Leiðinda spái framundan og almennilegu dýpkunargluggi ekki fyrirsjáanlegu næstu vikuna. Álfsnesið verður þó til taks til að dýpka ef einhverja breytingar verða. Fram kemur hjá vegagerðinni að erfitt sé að spá fyrir hversu mikið þurfi að dýpka. Það mun koma betur í ljós þegar ölduna lægir og hægt að meta aðstæður. Líklegt að dýpkun til að halda fullri áætlun Herjólfs taki nokkra daga. Bæjarstjóri fór jafnframt yfir stöðuna á ríkisstyrkta fluginu sem mun að óbreyttu hætta 28. febrúar. Bæjarstjóri hefur sent ósk til innviðaráðuneytis og vegagerðar að halda fluginu áfram vegna stöðunar í Landeyjahöfn. Vilyrði fyrir viðbótarfjármagni þarf að liggja fyrir hjá ráðuneytinu svo hægt sé að framlengja flugið. Þá greindi bæjarstjóri frá því að 10 bæjarstjórar á landsbyggðinni sem eru með flugvöll á sínum snærum hafa óskað eftir fundi með samgönguráðherra, heilbrigðisráðherra og borgarstjóra eins fljótt og auðið Ætlunin að ræða þá alvarlegu stöðu sem uppi vegna lokana flugbrauta á Reykjavíkurflugvelli og til hvaða ráðstafana á að grípa svo hægt sé að tryggja sjúkraflug og áætlunarflug Reykjavíkurflugvell. Íbúar á landsbyggðinni geta ekki sætt sig við þessa stöðu sem nú uppi. Þá orðið laust. Vill einhver taka til máls? Eyþór Haraldsson, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Já, það ekki eiginlega hægt annað en aðeins að vera með í þessar umræðu samgöngumálin í Eyjum. Þetta í rauninni alltaf eins. Það bara ár eftir ár sama tuggan. Það Landeyjahöfn og engar úrbætur. Hvað hefur lagast varðandi dýpkunnar framkvæmdir en það bara dugar ekki. Svo það flugvöllurinn. Á meðan við erum að horfa upp á það að heilbrigðisþjónustan öll færð til borgarinnar. Heilbrigðisþjónustan í rauninni bara, það verið að draga úr henni og jafnvel þurrkuð út á landi. Þá það alveg með ólíkindum að höfuðborgin skuli vera ár eftir ár, og núna þetta sama sagan, bara síðustu 10 árin, að þrengja að vellinum, hægt og sígandi og bara hreint og beint að reyna að gera hann ónothæfan, út af því að það ekki hægt að koma honum úr því að ekki hægt að finna leið strax, þá ætla þeir bara þjösn honum svona á hverju ári, þannig að á endanum segja menn, hann orðinn bara mjög erfiður þessi völlur, það að tala erfið lendingaskilyrði út af nýjum byggingum við brautirnar. Þannig að þetta bara aðferð sem þeir hafa markvisst unnið að síðustu árin, og það eiginlega ekki hægt annað en að ætlast til þess að Alþingi okkar Íslendinga klári þetta mál í eitt skipti fyrir öll og stoppi Reykjavíkurborg, sama hver í meirihluta, í því að veikja þennan flugvöll sem aðal tengipunkt við Landspítalann sem hefur verið að byggja upp þarna við hliðina á flugvöllin. Takk. Takk fyrir þetta. Eyþór Harðarson, Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Ég langaði nú bara að koma og taka undir, og ég bara mjög þakklátt fyrir því að bæjarstjóri sé búin að senda inn erindi varðandi ríkisstyrkta flugið, því að ég held að það sé bara mjög mikilvægt fyrir okkur að við getum að minnsta kosti boðið upp á þessar örfáu ferðir áfram á meðan Herjólfur í þessari stöðu sem hann í dag. Varðandi flugvöllin, þá langaði mig líka bara að taka undir og bara virkilega taka undir ræðu Írisar Róbertsdóttur með það hversu bara mikilvægt þetta nú bara reyndi það á eigin skinni hjá sjálfur mér á síðastliðinn föstudag að þurfa að sitja í sjúkraflugvél, og svo fattaði ég mitt bara á miðri leið og hugsaði bara, guð, hægt að lenda á flugvellinu? Og mér var tjáð að ég væri bara heppin að það væri rétt vindátt, þannig að vélin gat lent. En ég hefði ekki boðið í að sitja með nánum ættingja í þeim sjúkrabíl alla leið kannski frá Keflavík til Landspítalans, og það var ekki tilfinningaklám tengt því. Þetta á að vera tilfinning á hitamál allra bæjarbúa, allra landsbyggðarbúa, bara líka í Reykjavík. Þannig já, ég ætla bara að nefna það. Takk. Takk fyrir þetta, Helga Jóhanna Harðardóttir. Orðið enn laust, fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs, og þá ætla ég að lesa sameiginlega innbókun. Svohljóðandi: bæjarstjórn Vestmannaeyja beinir því til borgaryfirvalda og ríkisstjórnarinnar að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Sagði ég ekki sameiginlega bókun? Ég biðst afsökunar. Ég byrja aftur. Bæjarstjórn Vestmannaeyja beinir því til borgaryfirvalda og ríkisstjórnarinnar að tryggja rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar sem fyrst. Brýnir hagsmunir eru í húfi þar sem 630 til 650 sjúklingar eru fluttir á Landspítalann árlega með sjúkraflugi. 133 eða 20% komu með sjúkraflugi frá Vestmannaeyjum á síðasta ári. Takmarkanir á sjúkraflugi tefla lífi og heilsu fjölda sjúklinga í hættu. En sjálfsagða krafa að allir landsmenn hafi jafnan aðgang að heilbrigðisþjónustu eins og kveðið á í lögum. Þá tekið fyrir annað mál á dagskrá sem dagskrá bæjarstjórnarfundar. Forseti gerir hér tillögu að færa áður samþykktan fundardag bæjarstjórnar Vestmannaeyja fyrri umræðu ársreiknings fram 1 dag. Það að fundurinn verði haldinn 18. mars í staðinn fyrir 19. mars.
er þetta vegna landsþings sambands íslenskra sveitafélaga sem verður 20. mars. Orðið er laust þessa tillögu forseta. Enginn kveður sér hljóð, svo ber ég hana undir atkvæði. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir þessari breytingu á fundardegi gjöru svo vel að gefa mér. Og breytingin er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 3. dagskrármálið, hitalagnir undir Hásteinsvöll, Íris Róbertsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti. Á fundi bæjarráðs númer 3229 var fjallað tillögu á sínu tíma eða ósk frá IBF íþróttafélagi 20 milljón króna styrk til að leggja hitalagnir undir völlin. Bæjarráð hafnaði þeirri beiðni og málið kom svo aftur hérna inn í bæjarstjórn og það verður fjallað nú þann lið hér á eftir. En í framhaldi af því tekur bæjarráð aftur málið fyrir á síðasta bæjarráðsfundi fyrirgefiði og þá var það niðurstaða bæjarráðs að taka samtal við IBF íþróttafélag, fara yfir með þeim ákveðnar forsendur og ákveðna þætti. Í kjölfar þess fundar er svo ákveðið að reyna að ná samkomulagi samning. Allt þetta er gert eftir að bæjarráði búið að taka afstöðu til málsins og fela bæjarstjóra og starfsmönnum að eiga samtal. Þannig það er svolítið mikilvægt að við áttum okkur svolítið á röðinni. Bæjarráð tók ekki ákvörðun að setja 13 milljónir í hitalagnir undir völlin. Það er ekki búið að samþykkja það. Það er búið að samþykkja það að það gerður yrði samningur og inn í samningnum yrði þetta framlag og þessi samningur yrði lagður hér fyrir bæjarstjórn til samþykktar eða synjunar. Og með því, ef að bæjarstjórn myndi samþykkja samningin, þá yrði lagður fram viðauki. Það er það sem afgreiðsla bæjarráðs gerir. Vegna þess að bæjarráð vildi hafa samning í höndunum fyrir kjörna fulltrúa til þess að vita það hvað ætti að gera, hvernig ætti að gera það, tæknilegu þættina og líka stærsti þátturinn sem hefur vafist fyrir bæjarráði sem er rekstur hitalagna. Öll þessi atriði þurfti að fara inn í samningin og bæjarráð ákvað eftir bara mjög gott samtal við IBF að taka snúning á því hvort það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu. Það var svo gert. Fundað var aftur með fulltrúum félagsins og ég og fleiri aðilar frá bænum sátu þann fund með þeim og teiknaður var upp samningur sem að bæði formaður IBF íþróttafélags með samþykki aðalstjórnar og ég sem bæjarstjóri með fyrirvara staðfestingu bæjarstjórnar skrifum undir og staðan er náttúrulega bara þannig að samningurinn liggur fyrir og hann er í 6 greinum. Í honum er, svo ég fara aðeins yfir hann, í fyrstu greininni er farið aðeins yfir í hverju samningurinn felst og skuldbindingin. Skuldbindingin snýr að því að það verður farið inn í það að félagið fær framlag til þess að geta farið í framkvæmdina og svo eru nokkur liðir sem fara yfir tæknilega þætti. En jafnframt er í fyrstu greininni líka að það er ekki verið að stíga nema þetta fyrsta skref vegna þess að rökin sem fylgja því snúa að því að þetta er undir vellinum. Það er ekki verið að tala að tengja þetta og það er ekki búið að taka ákvörðun að reka þetta. Vegna þess að það verður allan tíman verið þó í þessum samtölum sem bæjarráð hefur átt með IBF, þá hafa þeir haldið því fram að þeir væru alls ekki að fara fram á það að það yrði settur hiti á völlin fyrir en að þessi orkumál yrðu komin í lag. Og þar alveg er þetta inn í samningnum. Og vonandi bara gerist eitthvað rosalega mikið í þessum orkumálum, en bara svo því sé haldið til haga að þá hækkaði orkukostnaður Vestmannaeyjabæjar 40% á síðasta ári og það lítur út fyrir 25% hækkun núna. Þannig þetta og við finnum það bara á okkar heimilum, en sveitarfélagi fær enga niðurgreiðslu eins og heimilum fá. En það er allavega bara ánægjulegt að hér er allavega komin
samningur sem að allir í bæjarstjórn geta tekið afstöðu til. Það lá ekkert fyrir síðast ef við hittumst hér í bæjarstjórn eitthvað form á þessu og bæjarráð vildi formgera ákvörðun ef að þetta stígur þetta skref og leggja þá fyrir bæjarstjórn til ákvörðunar hvort að bæjarstjórn vilji samþykkja þennan samning og þá þetta framlag og með þeim í þessum greinum sem hér eru og það tíma ákvæði í samningnum, hann gildi til 2030. En mér finnst allavega bara fínt að fá þá bara umræðu þetta. Það að minnstakosti búið að reyna að formgera þetta og bæði félagið og þá ég fyrir hönd í rauninni bæjarstjórn og með fyrirvarum bæjarráðs, með fyrirvarum samþykki bæjarstjórnar, leggjum þetta fram og þá geta bæjarfulltrúar minnstakosti gert sér grein fyrir í hvað peningurinn að fara og hvernig framhaldið Það byggir á samningnum. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Áður en ég gef orðið laust les ég eftirfarandi innbókun. Í máli bæjarstjóra kom fram að umrætt mál sé framhald af 10. máli á fundi í bæjarráði Vestmannaeyja, númer 3229. Það varðaði sem sagt nýtt erindi frá IBVF íþróttafélagi þar sem óskum styrkupphæð fyrir lögnunum undir gervigras á Hásteinsvelli lækkuð úr 20 milljónum í 13 milljónir. Bæjarráð fundaði með forsvarsmönnum IBVF vegna málsins sem komast að þeirri niðurstöðu í kjölfar fundarins að 13 milljón króna framlag myndi duga þar sem félagið telur sig geta lagt til vinnu sem það taldi sig áður þurfa að greiða fyrir. Bæjarráð tók ekki afstöðu til styrksins en samþykkti að leggja til við IBVF og bæjarstjórn samning þar sem skilyrði fyrir fjárveitingunni eru sett fram. Farið var yfir skilmála samningsins með formanni IBVF sem hefur samþykkt og undirritað hann fyrir hönd félagsins. Samningurinn sem sagt lagður fram hér til samþykktar í bæjarstjórn. Samþykki bæjarstjórn samningin verður viðauki vegna styrksins einnig borin upp til samþykktar eða atkvæða hér á fundunum. Nú orðið laust þetta mál. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Hitalagnir undir Hásteinsvöll hafa verið fyrirferðamiklar í umræðu uppbyggingar gervigrasvallar síðustu mánuði. Eins og oft hefur komið fram þá hefur hárrekstrar og framkvæmdakostnaður við uppbytun vallarins staðið í okkur bæjarfulltrúum. Það engin ástæða til að orðlengja þá umræðu mikið hér, en þegar IBVF kynnti lausnir til að leggja lagnakerfið undir Hásteinsvöll með miklu framlagi sjálfboðaliða á mun lægri kostnaðartölum en Vestmannaeyjabær hafði áætlað, þá var komin upp ný staða. Og það var rétt að halda því til haga að bæjarfulltrúi Margrét Rós Ingólfsdóttir kom okkur í þessa stöðu að einhverju leyti með tillögu á síðasta bæjarstjórnarfundi. Og með því að leggja röralagnir án þess að klára framkvæmdina þá myndu sparast töluverði peningar miðað við að leggja lagnina síðar, þar sem ekki þyrfti að fara í jarðvegsvinnu þegar dúkurinn yrði endurnýjaður. Ef leggja ætti lagnir þá. Ég vona að með þessu samkomulagi sem lagt fyrir bæjarstjórn í dag, þá sjáu fólk til sólar með þá stóru framkvæmd sem gervigrasvöllur með flóðljósum og vökvunarkerfi mun hafa á alla iðkendur og áhugamenn knattspyrnu í Vestmannaeyjum. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Vilja fleiri taka til máls þetta mál? Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil byrja því að þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina á þessu máli og að reifa þetta og það er rétt sem kemur fram í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarssonar að við höfum rætt þetta bæjarfulltrúar okkar í milli og við Eyþór sennilega meira þetta mál heldur en nokkuð annað mál í öllu okkar spjalli á þeim 3 árum sem við höfum unnið saman. Það er þannig að Eyþór skutla mér nú yfirleitt í vinnuna aftur eftir bæjarráðsfundi og þá ræðum við ýmislegt og þetta mál hefur borið þar oftast á góma. Við skulum alveg ekki vera í neinum vafa það. Ég held að öll sem erum hérna inni og sitjum hérna í bæjarstjórn viljum það besta fyrir bæði félagið
iðkendur þess, börnin okkar og þá sem að sprikla þarna inn á velli. Þess vegna náttúrulega var tekin ákvörðun það á sín tíma að leggja gervigras á völlin, flóðlýsingu, vökunarkerfi og annað. En þegar að kemur að hitakerfi, að þá það algjörlega ljóst og bæjarráð hefur alltaf verið algjörlega samstiga í því að miðað við þær forsendur í orkukostnaði sem að liggja fyrir í dag, að þá óforsvaranlegt að fara í það að reka hitakerfi undir vellin. Við færðum fyrir því nokkuð góð rök, tel ég, og rökin hafa ekkert breyst og í rauninni forsendur hafa ekkert breyst frá því að við skrifuðum 3 opna grein í bæjarmiðlana fyrir, mánuði síðan, eða svo. Við forseti og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson í sameiningu, þar sem að við förum yfir ábatan af slíkum bæði framkvæmdinni og svo rekstrinum á hitalögnum og komust að þeirri niðurstöðu að miðað við þá útreikningar sem að bærinn hefur og byggja á þeim sérfræðingum sem að við höfum kallað til skrafs og ráðagerða sem eru fjölmargir, að þá ekki hægt að rökstyðja það að reka þetta miðað við þær forsendur sem liggja fyrir í dag. Bæjarstjóri fór ágætlega yfir það hér áðan hvernig erindið berst frá IBVF þar sem að þeir rauninni telja sig geta gert þetta fyrir töluvert lægri kostnað heldur en bærinn hafði áætlað. Hafandi það í huga og þær forsendur sem að voru og þann verðmiða á framkvæmdinni sem að við vorum búin að gera okkur, að þá telur IBVF sig geta gert þetta með þessum hætti. Verandi búinn að setja niður og undirrita samning þess efnis að það þurfi að koma til algjörar breytingar á orkukostnaði og rekstrakostnaði á vellinum áður en að það verður einu sinni farið að ræða það að setja þetta í samband, að þá held ég að bæjarráð hafi verið búið að fullvissa sig það að jú, við skulum þá fara í það að setja þessar lagnir undir völlin, styrkja félagið til þess að gera það, hafandi í huga það að við öll viljum við það besta fyrir félagið og þess vegna held ég að þessi niðurstaða sem að þá hér til staðfestingar og bæjarfulltrúar taka þá afstöðu til á þessum fundi, að hún þá að mati bæjarráðs ásættanleg þannig að félagið mun þá og Vestmannaeyjabær og í samvinnu við félagið mun þá meta hvort að breytingar verða, hvort að sé forsvaranlegt að eyða í þetta og sinna þessum rekstri með skattpeningum bæjarbúa til þess að hita völlin. Þannig að ég ánægður með það að það sé kominn samningur við félagið, að það sé gagnkvæmur skilningur við félagið á að miðað við fyrirliggjandi forsendur þá ekki hægt að standa í þessum rekstri og það átta sig allir á því og ég held að það sé kannski grunnurinn að því að það sé hægt að ná svona samning. Þannig að ég bara fagna því og fagna því að bæjarstjórn geti þá tekið afstöðu til þess hvort að hún staðfesti eða synji því sem að hér liggur fyrir. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri kveða sér hljóðs þetta mál? Svo ekki. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þennan samning gjöru svo vel og gefi merki. Hann samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum og þar sem hann var samþykktur þá göngum við til atkvæða tilheyrandi viðauka við fjárhagsáætlun vegna samningsins. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja viðaukan gjöru svo vel og gefi merki. Viðaukinn samþykktur með 9 samhljóða atkvæðum. Hildur Sólveig Sigurðardóttir gerir grein fyrir atkvæði sín viðauka. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, ég vil bara fá að fagna þessari niðurstöðu verulega og það er mín ánægja að fá að greiða atkvæði með þessu máli og þessum viðauka og þessum samningi. Og eins og kom fram í máli bæjarfulltrúar Eyþórs Harðarssonar eftir að bæjarfulltrúar Margrét Rós Ingólfsdóttir hreyfði ansi vel við þessu máli á síðasta fundi bæjarstjórnar að þá kom og virtist koma góður skriður á þetta mál og menn sest niður og komið með þennan fína samning þannig að
Við náðum þarna farsælli lausn sem að ég tel að allir geti sætt sig vel við, enda auðvitað í heildina risastórar fjárhæðir sem að Vestmannaeyjabær í heildina að setja í uppbyggingu knattspyrnu iðkunar í Vestmannaeyjum til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Ég vil þá gera stuttlega grein fyrir mínu atkvæði sömuleiðis í þessu máli og það felst helst í því, þó ekki væri nema stríðninnar vegna, að ég vil vekja athygli á því að hefði nú verið gengið að kröfu eða óskum fulltrúa D-listans hér á síðasta bæjarstjórnarfundi atkvæðagreiðslu málið þá hefði svo tillaga að öllum líkindu verið felld og hitalagnirnar úr sögunni fyrir fullt og allt. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og þá tökum við fyrir 4. dagskrármálið sem fjölskyldu- og tómstundaráð Vestmannaeyja, fundur númer 311. Liðir 4.1 til 4.8 liggja fyrir til upplýsingar. Þá tökum við fyrir 15. mála dagskrá umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 414. Liður 5.4 gjaldskrár umhverfis- og framkvæmdasviðs 2025 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust þennan lið. Það kveður sér engin hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja þær gjaldskrár sem hér liggja fyrir gjöru svo vel og gefi merki. Þær eru samþykktar með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 5.1 til 5.3 og 5.5 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur 415, liður 6.1, ásamar 75 til 77, tillaga að breyttu deiliskipulagi, ásamars 1 til 75 liggur fyrir til staðfestingar. Orðið laust. Það kveður sér engin hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda breytingu á deiliskipulagi gjöru svo vel og gefi merki. Hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 6.2 til 6.7 liggja fyrir til upplýsinga. Þá tökum við fyrir 7. dagskrármálið sem bæjarráð Vestmannaeyja 3229. Viðaukar við fjárhagsáætlun 2024 liggja hér fyrir til staðfestingar. Orðið laust þá. Enginn kveður sér hljóðs og þá göngum við til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem samþykkja umrædda viðauka gjöru svo vel og gefi merki. Þeir eru samþykktir með 9 samhljóða atkvæða. Liður 7.7 þjónustukönnun Gallup liggur hér fyrir til umræðu. Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti. Já, mig langaði að koma hérna upp og vekja athygli á því að það eru komna niðurstöður í þjónustukönnun Gallup sem við höfum verið náttúrulega með í, ég held, á 2 ára og það er skemmst frá því að segja að það eru mjög ánægjulegar niðurstöður í þessari könnun. Sérstaklega varðar það að við vorum og fundum fyrir því síðasta haust að við vorum með laskaða vatnslögn, gríðarlegar hækkanir hjá HS Veitum og sigldum í Þorlákshöfn frá október. Og það hafði klárlega áhrif á það hvernig fólk upplifir það að vera með Vestmannaeyja sem stað til að búa á vegna þess að sveitarfélag hækkaði sig 11 sæti. Það datt niður í fyrra en við erum í öðru sæti á öllu landinu með ánægju íbúa. Og mér finnst það bara gríðarlega, fyrst til öðru, mér finnst það gríðarlega mikilvægt að draga það fram og í þeim 13 þjónustuþáttum sem mældir eru við vel yfir landsmeðaltali í 12 og á landsmeðaltali í 1. Og það bara óbóðslega mikilvægt fyrir okkur sem erum hér og tökum ákvarðanir hvernig farið með skattfé sveitarfélagsins og það tekjur sem sveitarfélagið hefur að finna það að það ánægja með þjónustuna. Og það sem mjög eftirsóknarvert og hefur komið fram í þessum könnunum og núna 5. árið í röð, þá Vestmannaeyjabær efst allra sveitarfélaga í ánægju með þjónustu við barnafjölskyldur. Og þetta eitthvað sem við getum bara verið gríðarlega stolt af. Við erum líka við erum í 1. sæti með ánægju við þjónustu við eldri borgara. Við erum í 1. til 2. sæti með þjónustu varðandi fatlað fólk og í 2. sæti varðandi menningarmál.
við erum að gera mjög vel. En við getum alltaf gert betur og það margt sem að við getum alltaf verið að bæta. En ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur þegar við erum hér í amstri dagsins að pota og pikka hvert í annað og segja að þetta og hitt sé ekki nógu gott, að við skulum aðeins stíga eitt skref aftur og bak og hugsa það við höfum það nú bara nokkuð gott þó að sé margt sem er betur fara og þó að sé margt sem maður hefur áhyggjur af, meðal annars loðnuleysi og annað, að þá erum við að gera góða hluti hérna og ætlum okkur að gera það áfram og ég vil bara óska bara Vestmanningum öllum bara til hamingju með niðurstöðuna í þessari könnun og okkur sem hér situm að því að við heyrum meira af því sem að má betur fara en við erum klárlega að gera eitthvað rétt. Það kemur fram í þessari könnun. Takk fyrir þetta. Íris Róbertsdóttir, vilja fleiri taka til máls þetta? Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, fulltrúar, bæjarfulltrúar og gestir. Úr hér forseti kom ég upp aðeins og sagði aðeins eitthvað í stríðni. Þá dettur mér í hug og ég veit ekki eiginlega hvort ég sé að grínast eða meina þetta sem ég segi. Það með Gallup-könnina, sko, ég held við Vestmanningar, við erum svo miklu keppnismenn að þegar við erum búin að kynna þessa Gallup-könnu núna í mörg ár í röð og erum alltaf í efsta sæti og öðru sæti í flestu, hvort það gæti verið að fólk sem fá þessar hringingar ætli bara ná fyrsta sætinu. Þetta svona möguleiki, en ég veit ekki hvort þetta sé ekki della í mér. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Ég vildi með leyfi varaforseta bara rétt taka undir með því sem framkom hjá bæjarstjóra, lýsa yfir stolti og gleði með þessa könnun og það með að þetta sýnir ásamt öðru að við einblínum kannski oftast á það sem við getum verið að peksa yfir. En það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs þetta mál. Þá tökum við fyrir lið 7.10 á umræddum fundi bæjarráðs sem eru hitaragnir undir Hásteinsvöll, sem liggur þá fyrir til staðfestingar. Ég geri ráð fyrir að umræða þetta mál sé tæmd undir öðrum dagskrárlið hér fyrr á fundinum, en liðurinn liggur þó fyrir til formlegrar staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem staðfesta afgreiðslu bæjarráðs á þessu máli, gjöru svo vel og gefið merki. Og hún samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Liðir 7.1 til 7.3, 7.5 til 7.6 og 7.8 til 7.9 og 7.11 til 7.15 liggja fyrir til upplýsingar. Þá tekið fyrir 8. mál á dagskrá, fræðsluráð Vestmannaeyjafundur 392, liðir 8.1 til 8.3 liggja fyrir til upplýsingar. Þá tekið fyrir 9. mál á dagskrá, bæjarráð Vestmannaeyjafundur 3230, liður 9.1, Eigló eignarhaldsfélag ljósleiðaravæðingu í Vestmannaeyjum, liggur fyrir til staðfestingar, orðið laust, Njáll Ragnarsson. Háæruverðugur forseti. Ég vil aðeins gera grein fyrir því sem að kemur fram í þessum lið og fara aðeins yfir þetta mál út frá aðkomu bæjarráðs sem og stjórnar Eiglóar eignarhaldsfélags. Í byrjun má kannski segja þetta mál og við þekkjum flest hér forsögu þess að þar sem að fjarskiptafyrirtækin voru ekki að standa sig í því að leggja ljósleiðara í Vestmannaeyjum, að þá var samþykkt í bæjarstjórn að ráðast í það verkefni sjálf. Þetta gríðarlega kostnaðarsamar framkvæmdir að koma ljósleiðara inn á öll heimili í Vestmannaeyjum og ekki hluti af því sem að flokkast undir lögbundin verkefni sveitarfélaga. Engu að síður að þá held ég að COVID-ið hafi kannski svolítið kennt okkur það að hafa almennilega nettengingu ekki bara nice to have, heldur það bara mikilvægt og nauðsynlegt í nútíma samfélagi. Þannig að bærinn réðist í þetta verkefni og stofnaði þetta félag
Síðan gerist það að það verður breyting á viðmóti fjarskiptafyrirtækjana það að framkvæma og stækka hjá sér kerfin og til kemur að forsvarsmenn Mílu setja sig í samband við bæjarstjóra fyrst og síðan stjórn félagsins og bæjarstjórn, bæjarráð og svo framvegis og falast eftir því að kaupa þessar lagnir og þessar innviði sem að sveitarfélagið hafði sett í jörðu. Í framhaldinu að þá var haft samband við önnur fjarskiptafyrirtæki og kannaður áhugi hjá þeim áður en að það var síðan gengið og þegar í ljós kemur að það er ekki áhugi á því að taka þátt í þessu eða að kaupa þessar eignir að þá er rauninni gengið til samninga við Mílu og forsendurnar sem að félagið setti sér var það að endurheimta það fé sem að hafði verið útlagt í þessar framkvæmdir. Það náðist mjög góður samningur sem að var samþykktur í bæjarstjórn á sínum tíma. Í framhaldinu fer síðan samruni þessara félaga var ekki tilkynningaskyldur til Samkeppniseftirlitsins en eftirlitið eins og svo margar aðrar eftirlitsstofnanir hefur heimild til þess að ráðast í svokallaða frumkvæðisathugun hjá sjálfur sér og það er gert og í kjölfarið fer af stað mikil gagnaöflun og upplýsingaöflun sem er þá komið inn til til Samkeppniseftirlitsins bæði af hálfu Mílu og sem og Eyglóar og þetta tekur allt sinn tíma og samningurinn er skoðaður hvaða áhrif þetta hefur á fjarskiptamarkaðinn í Vestmannaeyjum með tilliti til samkeppnissjónarmiða og svo framvegis og síðan er það tilkynnt að Samkeppniseftirlitið ætli að ráðast í svokallaðan fasa 2 af þessari rannsókn. Fasi 2 felur í sér tvennt í svona prinsipinu. Í fyrsta lagi er það að Samkeppniseftirlitið tekur sér 90 virka daga til þess að kanna afla frekari upplýsinga áður en að endanlegur úrskurður er kveðinn upp. 90 daga þar sem að ekki er hægt að framkvæma neitt við þau hverfi bæjarins sem eiga eftir að fá tengingu. Þegar að gengið var til viðrana og kauptilboð Mílu var samþykkt að þá lá fyrir að það var búið að tengja það bil 2/3 hluta bæjarins og 1/3 hlutin satt eftir. Þessi 90 dagar eru fram í miðjan júní og á meðan að þessi fasi 2 fer fram að þá er ekki hægt að framkvæma neitt í þessum 3. hluta, hvorki af hálfu Eyglóar né af hálfu Mílu. Þannig að þetta er fyrir hlutin. Seinni hlutin snýr síðan að því að á þessum 90 dögum, það sem að ekkert er framkvæmt, að þá er algjör óvissa það eðli málsins samkvæmt hvort að samrunin verði heimilaður eða ekki. Stjórn félagsins mat eftir að hafa, og sá sem hér stendur fyrir hönd stjórnar, átti töluvert mikið að fundum með forsvarsmönnum Mílu stöðuna sem uppi komin, þeim lögmönnum sem að Míla var með á sínum snærum sem og lögmönnum Vestmannaeyjabæjar. Og stjórn félagsins mat það síðan sem svo að besta í stöðunni væri að gera í ljósi þessara óvissu og í ljósi þess að allar framkvæmdir við frekari lagningu ljósleiðara í bænum munu ekki hefjast fyrir en í fyrsta lagi í haust, að þá sé best með hagsmuni íbúa í Vestmannaeyjum að leiðarljósi að falla frá þessari sölu, fella niður kauptilboðið og draga samrunatilkynninguna til Samkeppniseftirlitsins tilbaka. Og það var samþykkt af stjórn félagsins á fundi sem var haldinn áður en að þessi bæjarráðsfundur fór fram, númer 3230. Bæjarráð á þessum fundi bæjarráðs að þá var öllum bæjarfulltrúum boðið og þáðu þeir allir boðið og í rauninni er það mat þá þeirra sem að þar komið fram, bæði stjórnar félagsins bæjarráðs og síðan þeirra bæjarfulltrúa sem að voru á fundinum, að
þetta sé það heppilegasta sem að við getum gert til þess að eyða óvissunni, til þess að geta þá haldið áfram að framkvæma og komið tengingunni fljótt og örugglega og klára verkefnið. Til Eyglóar var stofnað eins og áður segir til þess að koma ljósleiðara inn á öll heimili og ég held að við getum öll verið hér stolt af því að það hefur tekist mjög vel og það mun síðan ganga áfram í framhaldinu. Ég vek hins vegar athygli bæjarstjórnar og þeirra áheyrenda sem að þetta heyra á því að í framhaldinu að þá þarf bæði stjórn félagsins og eðlilega bæjarstjórn að meta það með sér hvað við gerum síðan núna, hver næstu skref eru hvað þetta varðar. Og ég held að við höfum rætt það einhver okkar í milli að eðlilegast sé að bjóða þetta út. Að minnstakosti þurfum við að skoða það í ljósi þess að það er orðin breyttur áhugi hjá fjarskiptafyrirtækjum til þess að sinna þessum rekstri. Og við erum búin að leggja í þetta rúmlega 700 milljónir, eða 700 milljónir, sem að við þurfum að skoða það og meta það hjá okkur, hvort að við viljum ná þeim fjármunum tilbaka og geta þá ráðist í verkefni sem eru hluti af okkar skildum sem sveitarfélags. Að endingu, forseti, þá vil ég þakka stjórn félagsins fyrir samstöðuna í þessu máli, sömuleiðis bæjarráði, félögum mínum í bæjarráði og í bæjarstjórn og hlakka bara til þess að vinna þetta mál áfram. Eins og ég segi, það er komin aukin áhugi til þess hjá fjarskiptafyrirtækjunum til þess að taka þessi mál yfir og við þurfum að skoða það mjög rækilega með hvaða hætti við gerum það og ég veit að við munum að það verður samstaða þau næstu skref hér eftir sem hingað til enda höfum við unnið þetta allt í mjög miklu bróðerni og mjög góðri samvinnu allra sem að málinu hafa komið. Takk fyrir þetta, Njáll Ragnarsson. Vilja fleiri taka til máls með þetta mál? Gísli Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að úr því sem komið lýsa ánægju minni yfir því að þetta svona allavega stefna sem við ætlum að fara. Ég tek undir þetta og það er mín skoðun að við eigum að vera sem minnst í þessum í þessum innviðaframkvæmdum hérna sem að við erum ekki skyldu til og mér þætti vænt að sjá það í framtíðinni að við myndum skoða að bjóða þetta aftur út. Við komum með þetta verkefni í sambandi við Mílu var að fara að líta ansi vel út. Það kemur mér hins vegar ekki á óvart að þetta hafi farið í þennan farveg en það hefur þeir sem þekkja sögu Mílu vita það að þetta hefur oft og þeir sem þekkja til á þessum markaði að þetta er oft svona svolítið erfiður slagur. En leið þá bara lýsi ég ánægju minni yfir því að við séum á þessum stað og vona bara að þetta hjálpa okkur þá til þess að klára verkefni eins og formaður stjórnarinnar nefndi hérna á. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og þá er tekið fyrir 10. mál á dagskrá. Framkvæmda og hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 315. Liður 10.3. Gjaldskrá fyrir meðhöndlun úrgangs og móttökustöð 2025 liggur fyrir til umræðu en ekki staðfestingar eins og forseti greindi frá í upphafi fundar og var ranglega sagt í fundarboðinu. Orðið er laust. Eyþór Harðarson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Það hefur svo sem ekki verið neitt sérstakt áhugamál hjá mér að skoða sorpmálin niður í kjölinn. Ég hef eins og margir treyst á upplýsingar og ráðleggingar fólks sem er meira inn í málaflokknum. Undanfarin ár hefur verið kynnt til sögunar ný lög sorpflokkun og hringrásarhagkerfi, allt gott og gilt og alls ekki í boði að setja mikið út á það ef maður ætlar að sigla undir radar góðafólksins. En nú þegar gjaldskrá er samþykkt á fundi framkvæmda á Hafnarás númer 315 þann 13. febrúar
þá virðist kynnt gjaldskrá ekki verið í takt við fyrir umræður og gögn samkvæmt okkar fulltrúum í ráðinu. Og þegar fulltrúar Sjálfstæðisflokksins mótmæla gjaldskránni í bókun, þá kemur mótbókun frá meirihluta í H-lista að breytingarnar komi til vegna áður samþykkts tilboðs við Terra. Þegar svona komið, þá ákvað ég nú að leita mér gagna og kynna mér málið. Engin gögn voru málið í fundagáttinni sem gagn var af, það þótti mér miður. Og þegar ég spurði eftir gögnum sem vitnað var í, þá kom í ljós að þau gögn hafði ekki farið inn í fundagáttina og mér lífsins ómögulegt að átta mig á hvernig meirihlutinn gat vísað í samninga og tilboð sem engin gögn voru til á fundagátt ráðsins. Nema þau hafi aðgangað einhverjum gögnum sem minnihlutinn hefur ekki aðgangað. Það sem vekur helst furðu mína nú, þegar ég skoða gögnin sem ég fengið eftir mína umleitan, þá verið að hefja gjaldtöku á efnisflokkum sem ég hef talið hingað til sem verðmætt endurvinnsluefni flokkaða í gáma upp í sorpum. Ég óttast að með þessum breytingum að almenningur breyti einfallega hegðun sinni við flokkun og setji meira í almennt sorp við heimilin. Ég hef heyrt frá sveitarfélögum þar sem að almenningssorptunnurnar eru einfallega miklu þyngri eftir gjaldskrárbreytingarnar. Það var að sjálfsögðu ekki tilgangurinn. Það verður fróðlegt að fylgjast með þróuninni hér í Eyjum og skora ég á alla að vera vel vakandi varðandi þennan málaflokk sem alltaf að verða kostnaðarsamari með árunum. Og ég verð að viðurkenna bara að maður hefur ekki verið nógu vakandi með þennan málaflokk og einhverjum orsökum hefur hann ekki verið nógu áhugaverður. Með þessar umræðu vona ég einnig að fundagögn og samningar sem kjörnir fulltrúar eiga að samþykkja verði skilmerkilega settir upp í fundagátt fyrir fundi þar sem ákvarðanir eru teknar málefni sveitarfélagsins. Og það ætti ekki vera mikið mál. En ég ætla að fá að lesa upp bókun með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun fulltrúa flokksins í framkvæmda og hafnaráði, upplýsingagjöf vegna sorpútboðsins, framsetning gagna og gjaldskrár stórlega ábótavant og í raun óásættanleg. Við gerum alvarlegar athugasemdir við það. Það orkar tvímælis að innheimta gjald fyrir til dæmis gler, garðúrgang og textíl sem flokka má sem verðmætt efni til endurvinnslu. Hættan svo að almenningur muni setja meira í almennt sorp heldur en áður og aukinn kostnaður verði við það. Það mun því vinna gegn upphaflegum tilgangi sorpflokkunar og undir þetta skrifum við öll hérna í fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson, orðið laust, Íris Rópsdóttir. Forseti, ég ætla fyrst að byrja að því að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson veit betur. Þessi spurning kom til framkvæmdastjóra sviðsins varðandi það í hvað fulltrúa meirihlutas hafi verið að vísa og það fundurinn þegar sorpútboðið var samþykkt. Þeir voru ekki með neitt gögn og þetta veit bæjarfulltrúinn, þannig að hann hlýtur nú bara að hafa verið að grínast hérna á. Nei, en að minnstakosti fékk hann þessar upplýsingar fyrir fundin frá framkvæmdastjóra og það eina sem ég get gert, ég sit ekki í þessu ráði frekar en viðkomandi, þannig að ég get bara sagt það að mér finnst eðlilegt fyrst að framkvæmdastjórinn kom þessu á framfæri að það komi hér fram, af því það kom ekki fram í máli þínu, það sem að hann sendi þér í gær. Þannig þá kem ég því hér á framfæri að því ég var inn í þeim póstum. Annað, ég get tekið undir með það að það náttúrulega algjörlega ótækt ef að gögn eru ekki undir í fundagátt varðandi svona stór mál eins og þetta en mig langar líka samt að benda á ábyrgð fulltrúa, allra sem sitt í ráðinu, ekkert eitthvað minnihluta og meirihluta. Þarna verið að samþykkja sorpútboð. Það sem kannski hjálpar í þessu máli að annað útboð var næstu því tvöfalt hærra, þannig þetta var ekkert annað að samþykkja. Og þannig að það væri líka gott þegar verið að gagnrýna og tína upp og með það að séu ósammála þessum og þessum gjaldflokkum. Það kom nú ekki fram eiginlega að það væri verið að kvarta yfir gagnaleysi, það kom nú ekki fram í bókuninni.
Hafið þið regla á fundinum? Já, ég held að bara viðkomandi bæjarfulltrúi getur komið aftur í pontu, en ég skildi bókunina að minnsta kosti þannig þau voru ósátt við uppsetningun og gjaldskráin sem kemur frá Terra. Gjaldskráin sem kemur frá Terra hluti af sorpútboðinu og ég eins og bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson hef verið að kynna mér þetta mál undanfarna daga, hef ekki verið mikið inn í þessum sorpmálum fyrir en ég bara eitti tími í þetta núna. En staðan náttúrulega þannig að því ég hjó sérstaklega eftir því að þetta væru mjög verðmætir flokkar. Það kostar samt að flytja þá í burtu, það kostar að koma þeim í endurvinnslu og þetta raunkostnaður sem var inn í útboð. Það kostar 65 krónur að losna við textíl hvert kíló frá Vestmanni. Það kostar fullt. Við megum ekki samkvæmt lögum niðurgreiða sorpið. Ég algjörlega sammála því, mér finnst margt í þessari gjaldskrá, allt og hátt, eitthvað sem ég hefði ekki lagt til sjálf, alls ekki, en við erum bundin af lögum og reglum og inn í útboðinu, það voru miklu hærri, þú sér bara heildarútboðið, það voru 300 milljónir hitt tilboð. Þetta í kringum 150 tilboðið sem samþykkt. Þeir sem sátu í ráðinu hefðu verið, getur vel verið 150 milljónir, ég er ekki með þetta fyrir fram að mig, en það var allavega miklu hærra hitt tilboðið. En þeir sem sátu í ráðinu, ef að þetta staðan, að þeir voru ekki með gögn, og þá ég að tala um alla, ekkert eitthvað minnihluta og meirihluta, það samþykktu allir útboðið, að þeir höfðu auðvitað átt að óska eftir því, að þá bara fresta málinu eða taka og akkur líka gögnin ekki fyrir og svoleiðis. Þetta okkar ábyrgð sem bæjarfulltrúa. Ég kom nú bara inn á hérna áðan að ég hefði ekki getað samþykkt 20 milljón króna framlag þegar ég vissi ekki hvað stóð á bakviða hérna á síðasta fundi. Nú liggur til grundvallar ákveðin styrk sem við erum að samþykkja samningur sem útskýri hvað þetta er. Og ég get bara tekið undir það að þetta á að vera betra. Algjörlega. En við berum líka ábyrgð sem kjörnir fulltrúar. Alveg sami hvað ráði við erum. Og mér finnst hérna varðandi gjaldaflokkana sem að bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson tíndi upp, það kostar að koma ólítuðu timbri í burtu. Það kostar að losna við gler. Við megum ekki niðurgreiða þetta, Vestmanningar. Það kostar að koma sér í endurvinnslu. Það eru nokkri flokkar sem eru gjaldfrjálsir. Það af því einhver sjá sér hagi í að taka þá beint hérðan og greiða allan kostnaðinn við þá. Það enginn í þessum meirihluta eða valla neitt í bæjarstjórn eða neitt bæjarbúi sem að reyna að fá að greiða meira fyrir sorp en þarf. Við erum bara í algjöru veseni hérna á Íslandi, við erum sérstaklega miklu veseni út á landi, sérstaklega miklu veseni og ég veit að þetta búið að vera líka hitamál fyrir austan að því það svo dýrt fyrir okkur að flytja þetta eins og textilin í sorpu. Þeir sem Reykjavík bara örstutt að fara með þetta. Þannig þetta líka til dæmis mál, varandi textilin, bara svo því sem komið að, þá það mál komið á borð sambandsins. Vegna þess að þetta verðmætur endurvinnslu efniviður, skulum við segja, en við situm ekki öll við sama borð. Það á ekki að kosta okkur 65 krónur að endurvinna textil í Vestmannaeyjum ef það kostar bara eiginlega ekki neitt annars staðar í Reykjavík það sem nær að fara. Þannig þetta þarf að laga. En gjaldskráin náttúrulega eins og kom fram ekki til samþykktar, hún frá þriðja aðila og hún hluti af þessu útboði, en allt varðandi gögnin og þetta þarf að vera betra. Ég get algjörlega tekið undir það. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Helga Jóhanna Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil nú bara aðeins fá að koma upp því að það vil svo heppilega til að ég sé nýbyrjuð í framkvæmd á Hafnaráði og hafi setið þennan umrædda fund og meðal annars tekið þátt í að bóka þessa bókun sem verið að gagnrýna hér. Og þessi bókun var vísun í samþykkt á tilboðinu sem var útboðið við Terra og ég vildi bara taka, já, ég veit að Íris Róbertsdóttir sagði frá því hér áðan en ég vildi líka bara að það kemur frá mér. Og ég algjörlega sammála því að það ótækt ef að gögn ekki inn á gáttinni fyrir ráðsmenn en mér skildi samt sem áður að ég ætla ekki að réttlæta það að vanta í gögn en samt sem áður fengu ráðsmenn kynningu á fundinum þegar á þessum umrædda fundi þegar tilboðið var samþykkt. Þannig að ég furðaði mig svolítið á þessari bókun minnihlutans.
Hildur Sólveig Sigurðardóttir fellur frá orðinu. Eyþór Harðarson þá næstur á mælendaskrá. Já, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Svo sem ekki í fyrsta skipti sem að meiri hlutin furða sig á því þegar að við höfum eitthvað til málanna að leggja. En ég var að lýsa í rauninni ferli frá því ég byrja að kynna mér þetta mál, en ég var ekki að segja að ég hef ekki fengið gögn. Ég fékk gögn í gær, ég fékk gögn í morgun. Því að þetta var, eins og ég búinn að reyna að lýsa, þetta var ekki eins og maður vill sjá þetta, og þetta er meira svona ábending bara hvað við þurfum að vanda okkur betur í því að gögn séu inn á fundargáttinni, að mikilvægi samningar sem við erum að samþykja séu ekki eingöngu þannig að menn sjá þetta í fyrsta skipti og eina skiptið á klukkutíma löngu fundi. Þú veist, þetta er bara, við þurfum að laga þetta. Það er eiginlega tilefnið að því að ég ákvað að taka þetta mál svona og ræða þetta, út af mér fannst þetta í rauninni ekki gott þegar ég ætlaði að kynna mér þetta, því að ég held að í fyrstu væri þetta bara mín mannkunnátta og ég þyrfti aðeins að setja mig inn í málin, og það gekk ekki vel. Það er í rauninni aðalega, og það sem að maður er bent á líka, ég átta mig á því það kostar að koma gler í suður, það kostar að koma textil suður, það kostar að koma einhver ólituðu timbur í suður. Það sem að maður er að lýsa þeim áhyggjum er hvort að þetta fari bara í almennu ruslutuna heimi og fólki, ein og ein glerdós, þetta litla magn, því að maður skoðar bara þessa gjaldskrá. Ég held að glerið, segjum garðúrgangur, 2 krónur. Bara hítum okkur aðeins upp í þessu. 2,4 krónur kílóið. Þannig að þegar maður kemur heipokan, sem er 10 til 15 kíló, eftir að maður slær blettinn, þá verður maður rukkaður verður maður í einhverja röð einhver staðar og borgar 25 kall. Það er ekki rétt hjá mér. Þú veist, það er bara spurning hvort þetta eigi ekki bara að vera frítt. Upp að einhverju einu rúmmetri, eða þegar þetta heimiliskeim er í gangi. Þú veist, þetta eru í rauninni svona punktarnir sem maður er bara að nefna þetta. Glerpókin sem maður er í mánuð að safna. Þú veist, að fara upp yfir og borga einhverja nokkra krónu fyrir að skila það. Það verður bara einfaldara að henda honum í almennu tunnuna. Þú veist, þetta er bara það sem ég held að muni gerast hjá sumum, en ekki mér. Takk. Takk fyrir þetta, Eyþór Harðarson. Hér raða með sér alveg inn á mælendaskrá í þessu máli. Nú ætla ég að hafa þetta rétt hjá mér hérna. Næst tekur til máls Íris Róbersdóttir. Fyrir svör. Forseti, ég bara ætla aðeins að koma aftur upp að því ég náttúrulega var ekki með hérna gleraugun og bara leiðrétta mig hérna. Þetta voru 260 og 340 milljónir og 1 tilboð ógilt. Það eru tölurnar. En það er bara, þegar maður skoðar bókanirnar og þetta, að þá er alveg svo allir hafi kynnt sér þetta mjög vel og fela einhverjum að ganga frá samningnum og allt þetta. En sko varðandi það, ég ætla nú að vona það og ég, veistu það, bæjarfulltrúi Eyþór Harðarson, ég gæti ekki verið meira sammálaðir að þurfa aftur að fara að ganga kannski með klinki í vasanum til að losa mig við gras. En staðan er samt bara þannig að þetta er ekki í okkar höndum. Þetta er lagaumgjörð og við erum núna í 2 ár næstu því. Og ég er nú nýbúin að setja stjórnsýsluendurskoðun út ársreikningi. Þetta var eina fyrstu spurningunum. Hvernig gengur ykkur að innleiða hringlásarlögin? Og ég gerir bara svona. Að því okkur er ekkert búið að ganga vel. Við erum ekki ennþá byrjuð að rukka. Við erum ennþá að borga 20 milljóna. Hátt í 100 milljónir með svæðinu að upp frá. Það er lögbrot sko. Það er bara smá verið að góð við okkur í svona 2 ár. Svo verður þetta ekkert vera góð við okkur. En sko, ef allir hérna, til dæmis það sem sveitarfélögin hafa gert, varðandi garðaúrgang, þegar verið hreinsunardagur, þá hafa þið haft svona ókeypisdaga, skiljið þið. Þú veist, það er til að reyna að búa til hérna hvata. En auðvitað er þetta í framkvæmd, eins og margt annað sem er innleitt hérna á Íslandi. Þú veist, það er ekki búið að hugsa þetta allt til enda. Eins og ég skil ekki, ég meina, þetta er bara sama og ég skil ekki að með ekki moka snjó í sjó, að því það sé mengun.
Skiljið, það allavegna rosalega skrítið í gangi, en við getum ekki gert neitt annað en farið eftir lögum og þetta var partur af þessu útboði. En ég tek algjörlega undir það með grasið, ekki með glerið. Ég vorkin Eyþór ekki henni Laufi að fara með henni að póka þarna upp eftir einu sinni í mánuði, vorkin henni ekki til því, en ég skil þetta með grasið. Þetta og líka það fullt af fólki sem að láta slá fyrir sig garðana, þannig að það sjálfsagt leggst ofan á það til hækkunar, krónurnar sem þarf að skila, en allavega við getum staðið okkur betur og ég bara ítreka það. Við all. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Þá komið að Gísla Stefánsinni. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Það nokkuð ljóst að við erum alveg í rusli hérna yfir þessu. Þetta alveg sko í mínum huga bara háalvarlegt mál. Það hefur verið einhvern veginn, þetta svona computer says no mál, heyrist mér. Og það sjá það allir að þetta bara gengur ekki upp. Og jú, við erum sannarlega þurfum að fara til lögum og krafan er sjálfsagt þar, en við verðum að finna einhverja leið til að koma á móts við þetta. Annað sem dettur í hug er keppnisskapið okkar í þjónustukönnunni að vinna þar. Það mun ekki hjálpa okkur í þessum lið á næsta ári ef ekkert verður aðgert í þessu. Og annað sem ég náttúrulega hef áhyggjur af og haft lengi áhyggjur af í sambandi við þessi mál er það að við erum með mjög skýr landamæri hérna í Vestmannaeyjum, við búum bara eyju og leið og það verður vart við eitthvað sóðaskap þá fer það ekkert fram hjá neinum. Og ég ósköp hræddur með þetta sem mál sem að kostar það af því að það einhverjir ríkisbubbar sem eru búin að ákveða það að svona eigi þetta að vera, af því að það svo fallegt og gott að vera með þetta svona. Og það verði þá til þess að það verður ekkert aðgert fyrir en það verði orðið eitthvað svona ástand þar sem að við augljóslega sjáum það við ráðum bara ekkert við þetta. Og ég hef engan áhuga á því að henda glerinu mínu í almennutunnuna. En ég held að það sé ljóst að það muni gerast. Ef ég mann tölurnar rétt, þá vorum við að tala að þetta veru einmitt, þarna er Terra að fylgjast með okkur hérna inn í gluggann. Að það sem ég held að sé nú mjög stór þáttur í þessu líka er það að á sínum tíma þegar við byrjum að ræða þetta hérna í Bæjarstjórn, þá voru þetta einhver rúm 60% sem við sáum fram á að var að fara inn í almenna ruslið sem náttúrulega bara gríðalegt magn. Og við vorum að reyna að innleiða eitthvað kerfi til þess að hvetja til flokkunar. Og þetta vinnur fullkomlega gegn því og engan veginn í samræmi við þau samtöl sem við átt. Annað sem ég vil nefna, því að það nú búið að tala hvernig ráðið hefur staðið þessu og hvernig málin liggja fyrir og hvernig þetta var presenterað á sínum tíma. Sko, hefði þessi verðskrá legið fyrir upphaflega þar að vera að hendast upp, sko, liggur hún fyrir og fólk að horfa þessa verðskrá á fundi í ráðið, þetta samþykkt. Ég trúi því ekki vegna þess að leið og þessi verðskrá sýnd, þá fara menn í ráðinu að setja út á þetta. Ég átta mig ekki á þeim ferli ef að aðgengið hefur verið jafn gott að þessu og þetta var fyrir þennan fund þar sem við fengum þessu gögn. Þá trúi ég nú ekki að þetta hefði bara verið samþykkt. Hefði verið samþykkt. Takk fyrir þetta, Gísli Stefánsson, Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, já, ég bara vil fá að taka undir það sem hefur komið fram bæði í máli bæjarfulltrúa Eyþórs Harðarsonar og bæjarfulltrúa Gísla Stefánssonar varðandi það að, og sérstaklega eins og hjá Eyþóri, að auðvitað þyrfti að vera þarna möguleiki eins og maður hefur séð og það fordæmi til fyrir því í gjaldskrám annars staðar landið að það séu gjaldfrjálst fram að einmitt rúmmetr, 2 rúmmetrum og þannig sé þá fengið út eitthvað meðaltalsgjald sem þá hærri á stórnotendunar. Og auðvitað þetta í
er þetta svo, það er að mínum að ekki hægt að firra sig ábyrgð og segja, herðu, þetta er bara í lögum. Ég meina, ráðið er þarna að samþykkja tillögu Terra. Þarna er tækifæri ráðsins til þess að segja, herðu, býtu, okkur finnst þetta nú kannski svona skjóta svolítið skökku við, okkur finnst að þarna kannski þurfi að, það kemur bara hér fram í niðurstöðu með leyfi forseta, framkvæmda og hafnaráð samþykkir tillögu Terra að gjaldskrá fyrir móttöku og förgun og úrgangi. Þarna hefði verið tækifæri fyrir ráðið að segja, herðu, við ætlum að fresta afgreiðslunni, við ætlum að koma með ábendingar til Terra, herðu, hugsanlega er þetta bara erfitt líka fyrir ykkur í framkvæmd að vera ætla að rukka fólk einhverja 20 kalla hér og hvar, ef við ekki hafa þetta einhvern veginn öðruvísi. En við getum bara ekki ætlað að svona benda á lögin og ætla fyrir okkur ábyrgð. Takk. Takk fyrir þetta, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, varðandi það sem bæjarfulltrúi Gísli Stefánsson sagði áðan að hann tryði sig ekki. Ég sat ekki inn á fund frekar en þú, en samkvæmt upplýsingum frá framkvæmdastjóra sviðsins, þá var þetta allt sett upp og sýnt á fundinum. Þannig ég get ekki sagt neitt meira. En varðandi það sem kom fram hjá bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir að það sé hægt að breyta, þá hefði það í rauninni kannski þurft að gerast. Og ég er alveg sammála því, ég skil einhvern veginn ekki af hverju ráðið, en afgreiðslan er þannig að ráðið er að samþykkja gjaldskrána þrátt fyrir það að sé búið að binda hana í útboðinu, skil. Gjaldskrán er bundin og þið sjáu það í gögnunum sem við erum loksins búin að fá, að gjaldskrán er bundin þar. En ég held að það sé bara ágætt fyrir kjörnafulltrúa og við erum nú með varaþingmann hérna. Ég held að það sé nú bara ágætt að það sé farið að reyna að vinna þá í því að það sé eitthvað svigrúm fyrir okkur. Þegar þú segir að það er ekki hægt að segja þetta sé bara í lögum. Sko, ég var að segja það, við erum búin að vera dálítið tæp í 2 ár, sko. Við áttum að vera löngu farin að rukka upp á svæði. En málið er, við megum ekki niðurgreiða þetta, við megum ekki setja 0 á gjaldflokkana, við bara megum það ekki. En staðan er bara þannig, það væri bara óskandi að þeir sem færu með valdi við Alþingi myndu ekki setja okkur í þessa aðstöðu. Það er klárlega að það er komið þaðan. Og góður og gildur sjálfstæðismaður, Guðlaugur Þór, var nú ráðherra þegar þessi lög fór í gegn. En ég bara er algjörlega sammála því ef að það er til einhverja leiðir til þess að taka upp og semja, en það er eina sem er til, við verum að borga. Vegna þess að það sem við borgum með hækkar ef engin annar borgar það. Þá munu allir í Vestmannaeyjum borga það með sínum sköttum með því að taka það af okkar tekjum. Vegna þess að Terra er ekki að fara að borga þetta. Þannig þetta er ekki alveg klippt og skorið, en ég get algjörlega tekið undir, bara og undir með Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúa hérna áðan, að ég bara, veistu það, mér finnst þetta náttúrulega bara, já, ég bara er að reyna að nota ekki sterk lýsingarorð. Mér finnst þetta náttúrulega ótrúlega sérstakt, hvernig allt þetta er orðið, hvernig flækjustigið er, hvað orðið miklu dýrara fyrir okkur að halda utanum og það liggur við maður þurfa að vasku brusli til að mega að setja það í flokkunar. Þetta er orðið hellingur, en ef við stígum svo eitt skref tilbaka, við erum líka bara sökkvissari jörði í rusli, sko. Við þurfum auðvitað öll að leggja eitthvað til þess að við getum bara lifað og dafnað hérna og krakkarnir okkar dafni. En þetta er kannski gott dæmi eitthvað sem rennur í gegnum Alþingi, án þess að ég er búið að hugsa hvernig á að útfæra það og hver færi það í fangið, það eru við. En ég er opin fyrir öllum tillögum, ef það er hægt að komast hjá því og breyta þessu, þá stendur það örugglega ekki á neinum bæjarfulltrúa að gera það. Takk fyrir þetta, Íris Róbertsdóttir. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs í þessu máli. Mundu margir segja að væri nóg samt. Liðir 10.1 til 10.2 og 10.4 til 10.5 liggja fyrir til upplýsinga. Áður en ég tek fyrir síðasta dagskrármálið, þá verður forseti að gera þá játningu að hann var full bráðlátur hérna áðan, eins og sumir bæjarfulltrúar kunna hafa tekið eftir þegar við lögum 9. dagskrármálinu, það er að segja málið sem sneri að Eygló. Og láðist forseta að láta fara fram atkvæðagreiðslu um málið og ef engin bæjarfulltrúi hreyfir andmælum við því, að þá tekur forseti málið aftur á dagskrá og biður þá bæjarfulltrúa
sem vilja staðfesta afgreiðslu bæjarráðs varðandi lið 9.1 Eygló eignarhaldsfélag að gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 samhljóða atkvæðum. Þá er tekið fyrir 11. dagskrámáli sem er framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja, fundur númer 316 sem er liðir 11.1 til 11.2 og liggja fyrir til upplýsinga. Og þá er dagskrá þessa fundar tæmd. Til næsta fundar verður boðað þriðjudaginn 18. mars næstkomandi eins og við samþykktum í upphafi fundar og þá fer fram fyrri umræða ársreikninga Vestmannaeyjabæjar fyrir 2024. Þessum fundi er slitið.